Komiði sæl og blessuð og veriði velkomin hingað í Möðruvallaklausturskirkju í Hörgársveit. Réttara væri náttúrulega að segja kærar þakkir fyrir að hleypa mér inn fyrir ykkar dyr, því auðvitað það þið sem að taka á móti mér og mínum þessa stund á þessum skrýtnu tímum. Mér langar til þess að þakka þeim Steinunni Arnbjörgu og Sigrúnu Mögnu sem léku hér á selló og orgel í upphafi. Þær fluttu fyrir okkur þýska maínótt, hljómaði svolítið eins og haustnótt, þetta voru svona rökkurtónar sem ákaflega vel við hæfi. Því að við erum auðvitað stödd hér í þessari fallegu sveitakirkju og hún svolítið skekin í kvöld þegar þetta tekið upp. Það eru 25 metrar hér fyrir utan. Það mun alveg örugglega skila sér í hljóðum, en það allt í lagi. Við erum heppin, við eigum húsaskjól og hér hlýtt inni. Ég vona við eigum góða stund saman og við skulum hefja hana með því að við merkjum okkur kærleikann. Við signum okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Svo förum við með stutta bæn. Ó Jesú, bróðir besti og barnavinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnæskuna mína. Amen.
ætla ég að lesa fyrir ykkur lexíu og pistil, en lexían úr 1. Mósebók. Eftir andlát föður síns hugsuðu bræður Jósefs: vera má að Jósef beri illan hug til okkar og endurgjaldi okkur allt hið illa sem við höfum gert honum. Þess vegna sendu þeir Jósef eftirfarandi skilaboð: áður en faðir þinn dó, bað hann okkur að segja við þig: fyrirgefðu bræðrum þínu misgjörð þeirra og synd, það illa sem þeir gerðu þér. Þess vegna biðjum við þig að fyrirgefa þjónum þess Guðs sem faðir þinn dýrkaði, þá synd sem við höfum dríkt. Við þessu orð þeirra brast Jósef í grát. Þá komu bræður hans sjálfir og fjallu fram fyrir honum og sögðu: við erum þrælar þínir. En Jósef sagði við þá: óttist ekki, því að ekki kem ég í Guðs stað. Þið ætluðu að gera mér illt, en Guð sneri því til góðs. Hann vildi gera það sem nú orðið og þannig varðveita líf margra manna. Verið því óhræddir, ég skal annast ykkur og börn ykkar. Síðan hughreysti hann þá og talaði vingjarnlega til þeirra. Pistillinn úr bréfi Páls til Filippíumanna. Ég þakka Guði mínum í hvert skipti sem ég hugsa til ykkar og geri ávallt í öllum bænum mínum með gleðibæn fyrir ykkur öllum, vegna samfélags ykkar fagnaðarerindi, frá því þið tóku við því og allt til þessa. Ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í ykkur góða verkið muni fullkomna það allt til dags í Jesú Krists. Víst það rétt fyrir mig að bera þennan hug til ykkar allra. Ég hef ykkur í hjarta mínu og þið eigið öll hlutdeild með mér í náðinni, bæði í fjöllum mínum og eins og ég að verja fagnaðarerindi og sannfæra menn gildi þess. Guð með þess vitni hvernig ég þrái ykkur öll með ástúð Krists Jesú. Og þess bið ég að elska ykkur aukist ennþá meir að þekking og dómgreind, svo að þið getið metið þá hluti rétt sem máli skipta og verið hrein og ámælislaus til dags Krists, auðug af þeim réttlætis ávexti sem Jesú Kristur kemur til leiðar Guði til lofs og dýrðar. Þeir voru fallegir textarnir sem að hún Eydís las fyrir okkur áðan úr 1. Mósebók og bréfi Páls til Filippíumanna. Það að finna mikla gæsku og umhyggju, fyrirgefningu og fyrirbænir. Eins og Jósef segir við bræður sinna: strákar, ekki hafa áhyggjur. Ég ekkert að fara að hefna mín. Ég tek ekki mér Guðs vald. Ég ekki hérna komin til að dæma. Þið vilduð gera mér illt, en Guð sneri því til góðs. Og svo þessi ótrúlega fallegu orð Páls í bréfinu: ég þakka Guði mínum í hvert skipti sem ég hugsa til ykkar og ég hef ykkur í hjarta mínu. Þegar ég las þessa texta þá steig ég aðeins borð í tímavél og á örskustundu þá var ég komin í grunnskólan minn aftur. Vertu dyggur, trúr og tryggur, tungu geymdu þína, við engan styggur né í orðum hryggur, athuga ræðu mína. Víst á allt þeim vana halt, vinna, lesa, iðja, umfram allt þó ætíð skalt, elska Guð og biðja. Þið kannski munið sum eftir kristinfræðibókunum sem voru kenndar og voru með heilræðum Hallgríms Pétursson aftan á kápunni. Önnur bókin var bleik, hinn var blá. Ég man ekkert hvort þetta var sitt hvort bókin. Þegar ég lærði þessar vísur, þá var ég komin upp úr þeim þroska að einu veikindin sem ég þekkti væri það að vera illt í bumbunni. Ég þekkti fleira til. En það samt alveg ótrúlega margt sem vill skila sér þangað í okkar vanlíðan, hvort sem hún líkamleg eða andleg. Meira að segja, kemur alltaf betur og betur í ljós hvað heilbrigð flóra í okkur hérna rétt ofan við baug yfirmáta mikilvæg fyrir alla okkar heilsu. Og kannski var það þess vegna sem ég átti ótrúlega erfitt með fyrstu vísuna sem var aftan á
aftan á kristinfræðibókinni. Ungum er það allra best að óttast Guð sinn Herra. Ég óskaði stundum að Hallgrímur hefði ort þarna elska Guð frekar en óttast Guð. Ég sem fullorðinn maður geri mér alveg grein fyrir hvað felst í þessum ótta sem hann skrifaði en ég gerði það ekki sem barn. Og hugrenningatengslin við óttablandana hlýðni, þau ekki notaleg því að slík hlýðni býr til kvíða. Óttinn og kvíðinn eru afleitir ferðafélagar og enn verri sporgöngum. Þó svo þeir geti virkað alveg sem innspýting í hæfilegu magni. En allt það. Það það bil 4 ár síðan að ungur drengur satt hérna við matborðið heima hjá mér. Ég þekki hann vel og hann var svolítið ólíkur sjálfum sér. Ég skildi ekki dýð og eftir svolítið spjall kom í ljós að hann var hræddur. Hann var hræddur við heimsendi. Því að það hefði verið talað það í skólanum að ef Trump myndi vinna kosningarnar yrði heimurinn sprengdur. Ég velti fyrir mig hvaðan þeir hafi haft þessar hugmyndir. Og margt gengur á. Fyrir tæpu ári síðan sátum við í ofsaveðri, margir í rafmagnsleysi og kulda. Jafnvel svo dögum skipti. Og núna óttumst við hálft í hvoru umgengni við annað fólk. Við óttumst að glata heilsu, við óttumst ástandið, við óttumst að missa vinnuna, við óttumst skert lífsgæði og mörg okkar megum bara ekkert við frekari skelfingu því að ólinn löngu komin í síðasta gat. Mér finnst ég sjá sama svip á sumum börnum eins og ég sá á drengnum sem fyrir 4 árum óttaðist heimsenda. Við óttumst vegna þess að við höfum ekki tök á aðstæðum eða okkur finnst við ekki að hafa tök og þegar maður hefur ekki tök á hlutum þá vil maður stundum reiðast í vanmætti sínum. Þá kannski falla orð sem maður vill ekki meina, maður tekur dýpra í árinni, maður málar stök og skratta á vegg, þráðurinn styttist og þolinmæðin grinnist. Ef þú kannast við þetta á þínu eigin fari, þá biðjum þig að staldra við. Því að nú þarf að gæta að. Börn eru ofboðslega næm á aðstæður, þó þau skilji ekki nákvæmlega hvað í gangi og þau hugsa sitt. Brot úr samtali sem þau heyra getur valdið vanlíðan. Reiði veldur kvíða og skarpgerðarbresti. Þau fara að lesa í svipbrigði til að sjá hvort öll óhætt. Áhyggjur aukast og skyndilega er heimilið komið á jarðsprengjusvæði. Elsku fólk, við erum svo sannarlega á erfiðum stað á erfiðum tímum. En við erum svo sannarlega að sýna hvað við erum úrræðagóð á þessum erfiðu stundum og við þurfum að vera sjálf innstillt á að horfa eftir því frekar en því neikvæða. Það var frábær fundurinn núna á miðvikudaginn var hjá Almannavörnum þar sem að Þórunn Sveinbjörnsdóttir ræddi meðal annars bjargráð vegna einsemdar og einangrunar eldri borgara og margt ófyrirséð kom þar upp úr durnum sem ég hefði ekki hugmynd um. Til dæmis eru allir kettir uppseldir í Kattholti. Því gæludýr eru að sjálfsögðu frábær félagsskapur. Ég nokkuð veist það að COVID-tímum loknum þá verður hreinlega kattafaraldur í lausagöngur. Og hún skoraði líka fólk að gerast heimsóknarvinir. Og Anna Steinsson kom inn á mikilvægan punkt varðandi börnin. Við þurfum nefnilega að gæta okkar að því að vera ekki leiðinleg. Bara nákvæmlega það sem hún sagði. Við þurfum að passa okkur að vera ekki leiðinleg því að börnin þurfa á okkur að halda að við gerum hlutina með þeim en við segjum þeim ekki bara að gera svona. Sérstaklega það náttúrulega huga þeim sem að kannski stóðu höllum fæti félagslega fyrir. En tímanum verðum við ekki betur en með þeim, sérstaklega þessar myndir. Því að börnin, þau munu ekki ná að díla við þetta ástand ef að við gerum það ekki. Þau finna sveiflurnar. Þannig við þurfum að ganga skrefin aðeins tilbaka
í leit að okkur sjálfum. Það er auðvitað miklu auðveldara að vera kvíðalaus þegar allt er öruggt, en það er margsannað að jákvæðni fleytir manneskjunni langt. Með jákvæðni er miklu auðveldara að glíma við mótlæti, að tala hluti upp en ekki niður, að reyna að létta í stað þess að þyngja. Að draga djúpt anda. Við erum að gera svo margt gott og fallegt. Auðvitað fer eitthvað út þúfur og megnið af því sem að vekur okkur óánægju og sorg, veldur okkur kvíða, er einfaldlega utan okkar valdsviðs. Við getum ekkert í þessu gert. Það eina sem við getum stjórnað er hvernig við tökumst á við það, þannig að það skaði ekki okkar nánustu. Guð, gefðu mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þarna á milli. Æðruleysisbænin, hún er svo frábær og mikilvæg sem á bænalífið allt, og þar er sóknarfæri til hugarhægðar, til að kyrra bumbuna. Það getum við gert ein og sjálf, við getum gert það með börnunum, við getum gert það öll fjölskyldan saman, bara eftir því hvernig samsetningin á heimilinu er. Mín besta guðfræði þessa dagana er þegar að ég les fyrir dóttur mín á kvöldin, og þá svo segjum við takk fyrir allt það sem okkur er mikilvægast áður en við raulum raunakvæðið ykkar ef. Það er líka mjög mikilvægt. Og þetta, að þakka fyrir allt sem okkur mikilvægast, það er þumalfingursbæn. Þú felur 5 fingur í lófanum, dragðu fram einn í einu. Þumalfingurinn, þú þakkar Guði fyrir allt sem að vel hefur tekist. Notaðu bara þín orð fyrir allt sem er gott í lífinu. Vísifingur, hann bendir frá þér. Þetta glíma við erfiðar ákvarðanir, þarftu leiðsögn, þarftu handleiðslu að vera beint í rétta átt. Hér færur það allt fram. Langatöngin, þar biðjum við fyrir öllum þeim sem eru leiðandi í samfélaginu, hvort heldur það er nær eða fjær. Guð gefi þeim visku og styrk og getur við lagt kannski einhverja hönd á plóginn. Baugfingurinn, þá biðjum við fyrir þeim sem elska okkur. Og litli fingur, þar eru allir þeir sem standa höllum fæti og minna mega sín. Hugsaðu til þeirra og biðdu fyrir þeim. Nú er lófun opinn og nú biður fyrir sjálfri eða sjálfur. Vertu dygg, trú og trygg, tungu geymdu þína, við engan stigni í orðum hrygg. Eins og Jósef sagði, við önnumst okkur sjálf, við önnumst náungan, við önnumst börnin okkar, við hughreynstum hvert annað, við tölum vingjarnlega og kannski þó það sé rétt byrjaðar nóvember er bara komin tími til þess að skrifa nokkur jólakort, senda skilaboð eða bara taka upp símann og hringja og segja eins og Páll postuli: ég þakka Guði mínum í hvert skipti sem ég hugsa til ykkar og þið eruð alltaf í hjarta mér. Þakklæti, ást, bæn, trú, von og kærleikur. Amen. Thank you.
biðja. Guð miskunnseminnar. Það er á tímum sem þessum sem við erum þakklát fyrir barnatrúna sem býr í hjarta okkar. Trúna sem við höfum reynt að varðveita og styrkja á fullorðinsárum. Við erum þakklát fyrir að eiga þig að, fyrir að geta átt við þig samtal og andað að okkur kyrrðinni sem fylgir nærveru þinni í okkar lífum. Gef okkur að hlusta ef þú nálgast okkur og að finna fyrir kærleik þínum hann umvefur okkur. Gef okkur að færa þína væntum þykju til allra í kringum okkur. Guð mildinnar. Mörg okkar burðast með ósýnilegu mein alla daga af ýmsum toga. Viltu gefa að við megum horfast í auga við kvíða okkar, áhyggjur, vanmátt og vanlíðan, svo að við eigum auðveldara með að tala upphátt það sem íþyngir okkur. Auðveldara með að þiggja stuðning og auðveldara með að leggja í þínar hendur það sem við getum ekki breytt og við höfum ekki stjórn á. Sömuleiðis biðjum við fyrir börnum og ungmennum þessa heims og vellíðan þeirra. Gef sálu þeirra frið frá áhyggjum okkar fullorðna fólksins. Hugrekki til að tala upphátt sína líðan. Gef okkur eyru til að hlusta á þau. Guð kærleikans. Atburðir líðandi stundar kenna okkur að staldra við og líta í kringum okkur. Meta betur smáar hlutina sem gefa lífinu lit. Lát æðruleysi, gleði og þrautsegju vera vanmætti og vanlíðan yfirsterkari nú á tímum myrkurs og óvissu. Viltu hjálpa okkur að ganga samferða í átt til bjartari tíma og vera vakandi fyrir þeim sem þurfa aukinn stuðning á sinni lífsgöngu. Okkur til blessunar og þér til dýrðar. Allt sem að á okkur hvílir færum við fram og orðum með bæninni sem að þú kenndir okkur og við biðjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Elsku vinir, hjartans þakkir fyrir samvöruna. Þetta var notaleg stund, fannst mér. Ég vona að ykkur hafi liðið vel sömuleiðis. Vonandi styttist í að við getum hitt hvort annað grímulaus, en þangað til skulum við muna að brosa svo breitt að það skili sér til augnanna. Það er mjög mikilvægt. Guð gefi okkur öllum góðar stundir. Við sjáumst.